Hvert bæjarfélag státar sig af aðal verslunargötu og í Reykjanesbæ það Hafnargatan sem hefur gegnt því hlutverki í áratugi. Gatan hefur átt undir högg að sækja á undanförnum árum samfara breytingum í verslun. Á kynningarfundi sem Reykjanesbær hélt nýlega breytingu á aðalskipulagi var greint frá breytingum og þróun til framtíðar á Hafnargötunni. Sjónvarp Víkur þetta ræddi við Guðlaug H. Sigurjónsson hjá umhverfissviði Reykjanesbæjar framtíð aðal verslunargötu Bílabæjarins. Endurskoðun aðalskipulags Reykjanesbæjar hljómar ekkert svona mjög spennandi fyrir meðaljónin að hlusta. En einhvern veginn getur maður ímyndað sér að þetta sé nú ekkert mjög einfaldur hlutur sem verið að ræða. Nei, ekki einfaldur en mjög mikilvægur. Það tekið semst ákvörðun eftir hverja kosningar, hvort það verið farið í endurskoðun aðalskipulags eða ekki. Núna erum við að gera það aftur eftir 4 ár. Ástæðan bara fordæmalaus fjölgun í sveitarfélaginu og við verðum að taka til hvar við ætlum að stækka og hvernig við ætlum að stækka. Þannig að þetta rosalega mikilvægt. Þótt þetta sé ekki mjög spennandi fyrir svona hinn almenna meðaljón, þá þetta mjög spennandi. Getur þú sagt okkur í fáum orðum, hvað það svona það helsta sem þið eruð að gera í þessu? Við þurfum að líta til þéttingasvæða, hvar við ætlum að stækka, hvernig við ætlum að stækka og hvað við ætlum að stækka mikið. Hvað verður Reykjanesbær stór eftir 10-15 ár? Þannig að þetta eru stóra spurningar sem þurfum að svara. Samgöngumál, umhverfismál, þétting, stofnanir, skólar, leikskólar, hvar þetta staðsett? Við heyrum hér á kynningafundi eða íbúafundi meðal annars málefni Hafnargötunnar í Reykjanesbæ í Keflavík sem hefur í gegnum tíðina verið svona aðal verslunargata en það eru margir sem hafa áhuga að byggja á götunana. Hvað getur þú sagt okkur í stuttu máli framtíð götunnar? Já, það Hafnargatan náttúrulega verslunargata Reykjanesbæjar og það þarf auðvitað að taka til svara þeirri spurningu hvort það verði til framtíðar eða ekki. Ég hef talað til þess að Dús sé einn endinn og Krossmói sé hinn endinn. Þar á milli sé Hafnargatan sem verslunargata og verði áfram. Það eru mjög margir spennandi hlutir að gerast á Hafnargötunni sem eru í skipulagi núna. Reykjanesbær sem með skipulagsvaldið býr til svokallað plattform fyrir framkvæmdaraðila. Það ekki við sem erum að framkvæma, heldur við að búa til bara möguleika á byggingu og það eru líklega einhverja 8 staðir á Hafnargötunni núna sem eru í þróun. Og svo, það verið að tala ekki bara nokkur 100, heldur nokkur 1000 nýjar íbúðir eða húsakynni í bæjarfélaginu með fram ströndinni upp í Hlíðahverfi og fleiri stöðum. Hvað getur þú sagt við okkur svona, hver staðan í dag í fjölgun nýrra íbúða? Við erum að vera búið með það íbúamagn sem við höfum til útlendunar. Hlíðahverfi náttúrulega mjög stórt sem þá í hendi einkaaðila. Það Ásbrú líka með stóran hluta í einkasölu eða einkaleigu sem stendur, þannig að við stjórnum ekki þar sem stendur allavega. En eins og segi, það bara að vera búið, Ásahverfi næstu fullt, Dalshverfi bara að verða fullt, þannig að við þurfum að fara að huga að næstu byggð og það erum við að gera með þessu skipulagi. Hvað með fjölbýlishús með fram ströndinni í Keflavík sem hefur verið talsvert í umræðinu? Hvernig staða mála þar? Þetta alltaf að fara í gang eða langt í þetta? Það Pósthússtræti 5, 7 og 9 núna í skipulagsferli, ekki búið að samþykkja reyndar. Og svo það Hafnargata fyrir ofan við saltgeymsluna, það liggur fyrir líka, þannig að það verður þegar þessu verður lokið verður svona óslitinn byggð frá Hafnarhúsinu og bara upp fyrir Pósthússtræti. Ég verð að fá að spyrja þig út í gamlu sundlaugina fyrir að styttast í að hún verði rifin. Það í höndum þeirra aðalega sem eiga hana. Það búið að samþykkja öll skipulagsáform, þannig að það heimild til þess að fara að rífa. Hafa þessi aðalega verið í góðu sambandi við ykkur? Eru þeir að fara að byggja þessi fjölbýlishús sem að verða til dæmis þar? Já, það eru sömu aðalega sem eru með Hafnargötu við Salthúsið og Sundmiðstöðin. Þannig að þið eru að biðja íbúa að skipta sér að málum og eru hér með svona íbúafund, íbúaþing. Ertu ánægður með svona hvernig bæjarbúar almennt vilja skipta sér að eða hafa skoðanir á málum? Það að koma mun meiri áhugi á skipulagsmálum almennt og það auðvitað út af bara málin sem koma upp, til dæmis eins og Sundhöllin, það fólk tala mikið þetta í bæjarfélaginu
og þetta nákvæmlega vettvangur til að hafa áhrif á uppbyggingu sveitarfélagsins. Það í aðalskipulagi, þar byrjar þetta, svo fer þetta í deiliskipulag og svo í framkvæmd. Þannig að hérna byrjar öll hugsun.